Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni. Það Helgi Spjallið sem að tekur á móti ykkur þennan laugardagsmorgun. Ég er með góðan gest hjá mér, Brynju Pétursdóttur, dansara. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Brynja, kannski bara svona til þess að útskýra þig fyrir þeim sem ekki þekkja þig, sem ætti nú bara að vera fáir. Þú ert mjög dugleg kona og hefur komið fram mjög lengi sem dansari og með dansskóla og átt svona ákveðna arfleið þrátt fyrir að vera ekki nema fertugt. Hver er eiginlega Brynja? Hvaðan kemur? Fædd og uppalinn í Reykjavík og kem frá listafólki í raun, alin upp á auglýsingastofu foreldra minna og og hef alltaf bara verið svolítið tónlistarhaus. Ég hef alltaf fílað bara tónlist og verið að grafa upp menningu og upplýsingar hip-hop og datt svona svolítið snemma inn í það bara og bara to the point of no return virðist vera. Einmitt. Þú lagðir stemma fyrir þig dansin. Nú ertu kannski svona, þú svona þekktust fyrir hip-hop dansana og þessa, þú hefur verið með námskeið í hvað 10, 15? 20 pluss ár. 20 pluss ár, einmitt. Síðan 2004. Eru komið 20 pluss ár síðan 2004? Leiðilegasta starfræðin, sko. Já, andskotin. Afsakið orðbræðu. En hvernig, bara sem krakki, hvernig varstu? Varstu alltaf dansandi? Æfðir dans? Já, æfði allan fjandan, sorry. Þú opnaðir á þetta. Já. Djók, ég verið. En, ég fór eitthvað í ballett þegar ég var 5 ára, en svo var ég svona, ég held ég hafi bara verið mjög orkumikill krakki. Ég fór í og pröfaði flest allar íþróttir, frá frjálsum yfir í körfubolta, yfir í fótbolta, yfir í handbolta, yfir í fimleika, yfir í allt. Ég pröfaði allt og var alltaf klifrandi út allt, allstaðar. Og bara var aktív krakki, sko. Þannig að þetta kom svolítið aftan að mér, dansáhugin í rauninni, að þetta kemur frá tónlistar áhuga og svona menningar, nörda forvitni einhverjir. Og svo einhver tíma þegar ég bara táningur, þú veist, þá sé ég alveg að ég svona dansa betur en flestir og til að verða það bara þægilega. Það má það bara. Já, þú ert bara rosalega góð í því. Þetta er bara fínt. og svo fæ ég einhvern tíma bara, hvernig ætlar þú að byrja að kenna dans? Og það var bara einhvern veginn, ég ítti einhverju í gang. Þannig að þetta kom svolítið aftan að mér, en ég var alltaf að isolera, þú veist, ég var alltaf að skilja líkamann einhvern veginn, en ég var ekkert að pæla neitt frekar, ég hafði bara raunverulega, náttúrulega áhuga einhvern veginn. Þannig að í upplifuninni þá er þetta bara mjög náttúrulega þú veist, framvinda. En hérna á Íslandi náttúrulega ég var engin svona hip-hop dansmenning, þú veist, þannig að ég man að ég leitaði að hip-hop tím heilengi og fann ekki neitt og þetta var á þeim tíma sem að þessi tónlist og mögulega menningar heimi var líka svolítið vinsæll náttúrulega og þannig að það var margt auglýst sem hip-hop en var ekki hip-hop og en þannig í dag En af hverju heldur þú hafi fengið svona mikinn áhuga á einmitt þessum menningarafkima og þetta er svona, þú veist, þetta er svona þessi svona strít, götu menning, svona svört menning í Bandaríkjunum sem eru þetta sprott eins og bara frá Afríku í rauninni og svona træbal í dönsum þar. Já, það er alveg hægt að taka þau áhrif. En þau eru líka mjög mikið bara diasporan sem er í Bandaríkjunum á þessum tíma og náttúrulega svört arfleifð sem kemur beint frá bara afkomendum þræla þannig í Bandaríkjunum pluss náttúrulega latínó diasporunni sem er aðflutt og að sjálfsögðu eru rætur út allt, það eru rætur í allt og tilvinnanir í mikið af hreyfingar heimum náttúrulega Ég hef ekki hugmynd, þetta bara einhvern veginn samlaðist mér og ég man einhvern tímann að því að pabbi minn er rockari og hlustaði bara á rock og er algjör svona menningarhaus í þá áttina og
Ég man einhvern tímann horfði mamma á mig og sagði, þú hlustar bara á svona tónlist. Og ég fattaði ekkert hvað var að segja. Og ég bara, já, ég held það. Af því ég var eltandi alla þessa þætti sem voru að spila svarta tónlist, R&B, hip-hop, rap, eða þú veist, undir hip-hop flækinu. Soul og allt þetta. Og bara og dett inn í svona, þú veist, spjall og svona forunlegt. Ég fyrir að kaupa all blöðin líka, Double XL, The Source og allt þetta og fóru alveg bara inn í að pæla í svolítið saman. Ég hef alltaf verið forvitin og svo læri maður alltaf líka bara svolítið þú veist, hérna bara kúun og þú veist, hvað stjórnvöld eru að gera og aðast í okkur fólkinu í gegnum hip-hop og rap, þú veist, þannig að þetta þegar maður fer að krafsa sig í gegnum þetta og fer að skoða og hlusta, þá rosaleg uppspretta upplýsinga. Þetta mjög pólitísk hreyfing svona í grunninn. Hip-hop pólitískt. Punktur, já. Mjög pólitískt afl, náttúrulega. Og einmitt svona, það mjög ríkt í hip-hop-kultúr einmitt að vera svona brjótast undan og ekki stjórnvalda eða kúarana eða jafnvel þrælahaldarana og hérna þetta svona ákveðið frelsishreyfing. Í rauninni, já, algjörlega. Og það mjög aðlaðandi að ég meina bara viska og almenn skynsemi alltaf heillar, þú veist, þannig að þegar maður heyri fólk tala að viti söguna og aðstæður fólks, þá náttúrulega heillast maður bara náttúrulega einhvern veginn, en auðvitað þetta gaf alveg innsýn inn í náttúrulega, og ég fatt þetta ekki þá, þetta náttúrulega að koma með áratugunum, þú veist, að ég skilji þetta í raun og veru, þú veist, þannig að náttúrulega þegar maður var lítill þá var þetta bara cool, þú veist, og maður bara, fight the power, eitthvað, þú veist, kekja cool, en maður skildi ekki alveg hvernig það var kannski að lifa í þessum aðstæðum og að vera actually brún eða svartur á hörund eins og í New York á, hvernig segir maður þetta á íslensku, 9. áratugnum? 80s, 90s, já. 80s, já, 80s 9. áratugurinn. 70s, já, 8. áratugurinn, 9. áratugurinn, já. Það hérna, náttúrulega, þú veist, þau voru bara upp á móti, bara frelsissviptingu í rauninni, þú veist, og þau eru náttúrulega disenfranchised sem náttúrulega afkomendur þræla og bara brúnt og svart fólk að nóti, þannig að, og núna ég búin að eyða miklum tíma í New York, ég búin að vera þar bara síðan 2007 árlega og oft á ári og alveg upp í 6 mánuði á ári, árlega, reglulega, alltaf þar bara fram að COVID basically og eftir það þetta en það bara svona kynntist ég fólki sem actually í raun og veru lifði þetta og í þessum aðstæðum og þá sér maður bara hvað þetta asnaleg skipting auðs á þessari litlu plánutu okkar. Einmitt. Þetta snýst í rauninni allt það. Þetta svona, og svo dansinu þetta, hann svona ákveðið outlet fyrir bara alla tilfinningarnar einhvern veginn. Akkurat, og hip-hop menningin einmitt, svo höldum við að taka hana fyrir, þar þetta sérðu, þetta brjótast út í tónlist, klæðaburði, talsmáta, dansi, veggjalist, náttúrulega, þú veist, DJing, producering, allt sem þau eru að gera og þetta náttúrulega verandi hvít, verandi frá Íslandi, verandi frá svona, þú veist náttúrulega bara forréttinda landi, miklu forréttinda landi þá fekk ég mikinn kontrast að vera alltaf að fara þangað út. Ég hafði efni á því að ferðast þangað og vera hana til þess að skilja og læra. Fer náttúrulega fyrst til þess að læra dans og skilja það allt betur. Fer ég enga tíma hjá kennurunum mínum og kynnist þar strax svona toppunum. En náttúrulega svo bara blasir þetta við hvað þetta rosalega ólíkt, sko.
Einmitt. Að þú veist að krakkarnir kannski sem að, já, svona á þínu reiki og fólki á þínu reiki sem að actually tilheyrir bara nákvæmlega þessum menningararkima, þau gátu ekki farið einhvern tíma í... Já, ekki fræðilegur, þau geta ekki gert það sem ég að gera, eitthvað ferðast einhvert annað til þess að einmitt að punga út hellinga pening fyrir enga tíma og Airbnb eins og maður var að gera þá og eða hvort það var komið, ég man það ekki en já, og þannig að þú veist, þá lærði maður svolítið rætt náttúrulega og svo náttúrulega Og finnum maður þá einhvern veginn svona, þú veist, að því að ég oft með svona white guilt og þú veist, og það Poster child. Já, og það bara eitthvað sem að, þú veist, og ég held að, þú veist, að það okkur sé alveg hollt að hérna völd okkur stundum upp á sögunni og hérna því sem að forfeður okkar bera ábyrgð á vegna þess að þá getum við einhvern veginn gert og reyndað svona marka ný og betri spór og ekki hérna fallið sömu grifin að gera sömu mistökin en maður, þú veist, ég ekki að segja, ég sé þjöguð það samvinskupiti allar daga en ég, þú veist, ég finn alveg fyrir því og ég finn líka svona þegar ég neyti annarar menningar þá veldi ég oft fyrir mig, má ég? Þetta, akkurat og þetta náttúrulega ég náttúrulega bara á bullandi kafi ég með hip-hop dansskóla á Íslandi hip-hop ekki mín menning þú veist, þannig að þó ég upplifi mig sem þú veist, bara ég þekki lítið annað, þú veist, sem ég hef einhvern veginn, en það bara, þú veist, það ekki hægt að ég er búin að fara í rosalega margar hringi með þetta, sko, og hef verið að tala við vini mína og vinkonur erlendis og reyna að skilja líka bara, ég var næstu hætt þessum tíma, sko, þú veist, að því að bara ég hef auðvitað kynst fólki í New York sem svart, queer, að því það eru margir stílar, þú veist, sem tengist ekki hip-hopi, heldur ég að læra ýmsa stíla eins og til dæmis voguing og wacking líka sem koma frá gay-samfélaginu og þar þetta er allt undirokaðir hópar, þetta er allt kúaðir hópar, þú veist, þú ert í svarta brúna samfélaginu, svo ert í svarta brúna og gay-samfélaginu, þú veist, þetta er bara allt undirokaðir hópar. Og ég meina þetta fólk sem að hafði lítið séns á að ég meina bara verða óbúslega ríkt og ná einhverjum raun áhrifum í samfélaginu sínu Alltaf búið að gera það bara viljandi að þau geta það ekki, það er bara mjög erfitt fyrir þau og þú veist, og ég fekk bara neitun frá einum, ég spurði heima ég koma í tímatíðin og hann sagði ég kenni ekki fólki sem ekki svart og ekki queer og fullkomlega skiljanlegt, auðvitað þetta lína sem að margir hafa, þú veist og þetta er bara búið að vera mjög mikil lærdómsbrekka, sko, allt saman. En svo líka, sko, einhvern tímann sagði einhver við mig að hérna, menning væri eitthvað sem að, hérna, maður ætti að gefa með sér. Já, það er alveg þetta, en þú veist, mér finnst bæði, sko. Já, þú veist, einmitt. Að því svo líka eins og, þú veist, ef eitthvað að skeð þarna, eins og í New York, þetta bara, og ég veit það líka mjög vel, sem einmitt manneska sem að iðka þetta annars staðar, ég að gera dansskólan hérna á Íslandi, þetta ekki það sama, þú veist, maður að reyna að innleiða hluti og hugsunarhátt og skilning sem að til staðar í New York, en þetta náttúrulega til staðar út af kúun og út af, þú veist, hliðarsetningu, það ekki orðið? Já, jaðarsetningu, og þannig að þú veist, það svo erfitt og tíma þá var sem erfitt að vera að prýtja þetta hér á Íslandi af því að það engin leið að koma fólki í skilning hvaðan þetta raunverulega kemur og af hverju þetta raunverulega þú veist, þannig að þetta alveg rétt af því að ég líka, mér langar að iðka menningu, mér langar að vera partur af þessu, mér langar að bara svo vampast í þessu endalaust en svo líka sú staðreind sem alveg sami sannleikurinn líka að ef við tökum þessa menningu úr umhverfinu sem hún uppkomin í þá hún aldrei eins og það náttúrulega bara staðreind þú getur gert þetta sem ég geri af öllu hjarta og svona lengi og lengur og allt það en þetta verður aldrei eins og þetta verður aldrei þú veist það aldrei, kannski aldrei hægt að bæta neinu við
þannig að þú veist, eða svona ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki heldur. Ég Það er mjög áhugaverð pæling með hérna einmitt og eins og ég segi, þá velti ég svo oft og mikið fyrir mér af því að mér finnst menning alveg dásaleg. Þú veist, bara vestræn popmenning finnst mér frábær og svo líka finnst mér sko einhver svona, bara svona alveg svona secluded hérna hálf træbalísk menning alveg bara óbærslega spennandi. Akkurat, og manni langar bara að fara mann langar að læra meira bara, mann langar bara að vita allt alla einhvern veginn. 100%. Og ég held að menning sé svona fyrirbæri fyrir okkur bara ég hef einhvern tímann lasið þú veist, þá verði í list þannig að menning svona, þú veist, hún svona eins og skiptimynd, þú veist, hún svona, þú veist, þetta svona hérna, þú veist, þú þarft að læra þess mig og þú veist, og svo lærir þér tilbaka, þetta einhvern veginn svona og svo þetta blandast kúltúr og allt það. Akkurat, og það er svo margt satt í einu, af því blöndunin er mikilvæg og falleg og nauðsynleg og við þurfum þetta og Guð hjálpar mér allir heilaði hvað við þurfum blönduna og öllu en svo líka einhver sannleikur í því líka að við láta hlutina vera og leyfa þeim að blómstra þess að þeir eru, þú veist, að sjálfsögðu skilur annars sannleikur ofan á það að náttúrulega ef við gerum það þá koma líklegast einhver önnur öfl og taka og ekstrakta og drepa menninguna. Svo er þetta kapitalist minn hérna, þú veist, það er svona hérna illa klók kapitalist mann sem að einhvern veginn svona grípur öll svona, þú veist, jaðar menningafyrirbæri og býr til eitthvað svona arðbæran popkúltúr og bara sveltir samfélagi og við bara, tribal tattoo er ekki cool eitthvað skil, þú veist og þetta er svo stúpid, við erum við erum að nota svolítið fár heilaselur stundum virðist þeirra en það er þá allavega betra að skilja hvaðan kúltúrin kemur. Þetta kenna krökkunum það til dæmis bara hérna í þínu þegar þú ert með krakka í námskeið skólanum þú veist, fariði yfir mitt hérna hvaðan dansandi koma og þannig að þú veist, það er mikilvæg miðlun í gangi. Já. Þú ert ekki bara að, hérna, þú ert ekki bara að 5, 6, 7, 8 aldrei, þú myndir aldrei Líða saman liðar. Já, Guð hjálpar mér allir heila, nei, alls ekki þegar ég orðin eldri núna þá ég svona, þú veist, ég er að skipta aðeins, þú veist, ég breyti til ég geri pólitíkina og söguna í vissum tímum en ekki öðrum en náttúrulega í einhver góð 15, 16, 17 ár þá var ég bara í öllum tími sem ég fór í þá náttúrulega var þetta bara mjög mikilvægt og þetta er náttúrulega það sem þetta þú veist, það er ekki hægt að kenna þetta án sögunar sko og líka, þú veist, það sést líka bara líkamannuðinu, svo náttúrulega ég dansari skilur og maður sé náttúrulega bara líkamannuðinu, þú veist, bara hvað skilur og hvað skilur ekki skilur því miður þá það bara það einfalt í svona hlutum, þú veist en náttúrulega þú ert búin að decoloniza þig og þá ég meina huga þinn og hjarta líka þá náttúrulega hreyfir þig öðruvísi, þú veist, og ef þú ert í rauninni í samfloti með orkunni og stemningunni sem til staðar, þá hreyfir þig öðruvísi og þú bregst öðruvísi í tónlistinu og þú skilur. Hvernig myndir þú útskýra það svona nánar? Það er hugulegt, það er hjartlegt, myndi ég segja. Það eitthvað, þú veist, myndir þú sjá, þú veist, við varum hérna tvær manneskjur að labba og þú veist, væri eitthvað svona sérstakt í þeirra fasi sem þú geti greint og sagt bara, þessi manneskja, hún er voða vók. Ég veit ekki, I don't know. En ég er að tala alveg með dansinn, sko. Þú veist, það er svona, náttúrulega veit maður ekkert hvað býr inn í hausnum á fólki, en Ertu að meina þá bara hérna að fólk sem er tilbúið til þess að sleppa bara takinu? Nei, það er einhver þroski sem að sést á líkamannum á fólki einhvern veginn finnst mér og við tölum þetta oft, þú veist, erlendis, þú veist, en í New York og já, ég held að sé voðalega erfitt að útskýra þetta einhvern veginn nema þá bara ef þú ert búin að malla í þessari menningu í einhverja tugi þá ferðu bara svona að greina þetta þegar þú sér fólk dansa að sjálfsögðu ef þú ert innflyksuð í eitthvað þá náttúrulega bara skilur það dýpra en aðrir og það er bara eðlilegt en þú veist, jú, ég hef alltaf talað mikið um pólitík og menningu og söguna í tímum að því að það er mikilvægt að skilja þetta og mikilvægt að koma að þessu með einhvern þroska að því eins og maður sér bara hvað skeiði með jazzin til dæmis, ég tekið þetta dæmi áður þú veist, jazz eins og hann er ekki það sem hann kendur í dag ef þú ferð í jazztíma í dag þá ertu ekki að fá jazz eins og hann var, skilur og þarna í rauninni út af því að þarna komu inn öfl og stúdíóeigendur eins og ég sem að
gátu ekki, skildu ekki nóg en vildu kenna þetta dansform og kenna það bara upp að sinni getu og upp að sínu kapasitíi sem ekki nóg og upp úr því sprettur bara heila kynslóður af fólki sem að halda að þetta sé það skilur og þetta náttúrulega skemmi hip-hop líka þannig að þá kemur einmitt annað lag ofan á þá fínt að fólk eins og ég sem einhvern veginn inn í menningunni sé að gera þetta en samt á sama tíma er ég líka þú veist að gera það saman en bara með skilningi skilur þú veist það er 1000 sannleikar ég er alltaf að tala um það við rauðaborðið hvað allt núansað og það er að því að veröldin ræðslega bara ekki bara svart og hvít þú veist hún bara einhvern veginn allt litur og milli við erum mjög messy og chaotic já við erum það en sko við erum á svipuðu reki og ég man eftir því þegar ég heyrði brot úr Brooklyn Zoo með Wu-Tang Clan í fyrsta skipti þetta var svona eins og við áttum svona gamla svona Atari tölvu heima og ég hef verið svona 9 ára kannski eitthvað svoleiðis og ég hún komst stundum á interneti og það var ein svona síða þar sem var hægt að skoða einmitt svona pop og svona eitthvað þú veist og það var svona eins og svona gif-mynd þetta var svona 8-bita gif ég man eftir þeim já þau voru rosa cool já og þú veist og það var hljóð á henni þú veist þannig að þetta var bara í rauninni þetta var svona myndbandsbútur þú veist þetta var svona stutt og þetta var bara þú veist ég meina að hann sagði eiginlega bara Brooklyn Zoo en þú veist þetta var svona þú veist þetta voru kannski 30 sekúndur enough to hook you og ég horfði aftur og aftur og aftur ég örugglega klárað allt minnið á tölvunni og að því að ég hugsaði bara hvað þetta og þetta var svo bann og ég manna þú veist sko foreldrar mínir skildi þetta ekkert þau voru eitthvað svona þú veist þetta er ekki fyrir þig þetta er fyrir svart fólk þetta var svolítið þannig þú veist þetta er svona þau eru bara í sínu einhvern veginn og við erum bara hér á Íslandi þú veist verður þú ekki að pæla í þessu góða mín og þetta er alveg sannleikur líka þetta er allt til í þessu sko akkurat en ég man eftir þessu þetta var svona ég man hvernig það liti út klippinu eftir gráa borðanum niðri með línanum í svo komið en ég man eftir þetta var svona þetta var eitthvað svona bannað og þeir voru cool og ég var bara hvað þú veist hverjir eru þessi menn og en þú manst þú eftir svona mómenti svona defining mómenti þar sem að þú svona dróst inn í þennan kúltúr vá, nei, reyndar ekki oh my god, nei, ég man það ekki örugglega eitthvað amma og afi voru reyndar the Pushermen þarna og létu mig horfa á Michael Jackson sem náttúrulega svolítið annað en allir dansarar erum við með þá sögu ég var alltaf horfandi á Michael Jackson en ég á mér þetta og svo dætti ég inn í hana The Lick og UMTV Raps þáttinn og þetta skeiður bara einhvern veginn mér fannst þetta bara mjög náttúrulega framvinda ég var bara alltaf eins og þú sást bara eitthvað cool og maður bara wow. Bang, 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 bang. Einmitt. Og ég held að það hafi verið líka bara því að þetta var svona forbóðið svolítið. Já, okay. Það var svona bara að því að þú veist, ég meina það var ekki mikil svörtmenning á Íslandi á þessum tíma, ég meina þetta þú veist 90 og eitthvað, þú veist og Akkurat, en samt var hiphopin alltaf mjög vinsælt og það var alveg sterk sena hérna á Íslandi sem kom hana upp 95 og ég vona ég sé ekki að glæða þessu en jú en annað leir, náttúrulega, þú veist, við náttúrulega erum að promóta mikið, þú veist, það er rosalega mikið hvítu fólki sem kaupir þessi rappalbúm náttúrulega, við erum náttúrulega að fylla tónleika og kaupa plötur þannig in the 90s og svona, þannig að við erum alveg að gera eitthvað rétt, eða þú veist, peningunum fór náttúrulega í vitleysu á Vasa en þú veist, það er líka svo núasa það er ekki hægt að tala um neitt þegar maður fattar bara hvað allt er núasa svo fyrir peningunum bara Æi, já, þetta er steikt sko og ég er náttúrulega svo því þessu sko þú finnur hvað ég er bara maður veit ekki hvað maður er að stiga niður sko því að þetta er svo vítt og breytt allt saman og tengist náttúrulega mikið deginum í dag náttúrulega á alla kanta þannig að En hvernig varstu sem úlingur bara að því að þetta var þetta rappsenan á Íslandi og svo auðvitað líka bara með Pop TV og MTV og varð allt í einu bara svona aðgengilegri
og þú veist, ég held að þessi Brooklyn Zoo klippa þarna hafi verið bara svona, bara byrjunin nákvæmlega því. Fleiri hafi bara... Já, og bara, hvað er þetta? Outbreak Monkey. Geðveikt lag, við skulum bara... Og ég hlusta ennþá á það. En það sem að gerist þetta að þú veist að í kringum aldamótin og svona tískan breytist og týndi hlekkurinn og Exodus og Jónas og Milli. Akkurat, og svo eru þú veist jaðarmenningarnar, sko, þú veist, þeir eru svona menningar afkimar einhvern veginn sem að mætast allir undir hiphopinu, þú veist, það eru skeitararnir og graffararnir og þetta verður einhvern veginn svona súpa, sko. Já, mjög góð súpa. Ótrúlega góðu fólki sem að bara margt heldur að það hópin og við hittumst nú á tónleikum. Á ættarmótinu. Á ættarmótinu, ég lýst því svona, ég hef aldrei hitt jafn marga sem ég þekki undir sama þaki áður. Bara ever. Þetta var ótrúlegt, en við erum að tala Mobb Deep tónleikana í vikunni. Akkurat, með Live Project. Já, það var ógeðslega skemmtilegt, en ég meina jaðarmenning er náttúrulega þar sem that's where it's at, þú veist, það er alltaf jaðarinn, það er alltaf fólki sem er að sulla í bara alvöru list og einhverju skemmtilegu sem er náttúrulega uppsprettan. En það voru líka á þessum tíma, þú veist, það voru bara eitthvað svona, það voru svona ákveðin vombriði einhvern veginn með foreldra manns einhvern veginn og samfélagið, það einhvern, þú veist, maður var eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, þú veist, engin skilumann, þú veist, einhvern veginn. Ég fikk ekki það heima hjá mér. Nei, ég er að meina svona, þú veist, að maður kannski, þú veist, bara svona, þú veist, þetta var svona ákveðin svona, einhverjur uppreisn, svona, þú veist. Maður eftir því. Og maður klæddi sig vist. Já. Og maður var svona svolítið. Já, þetta var svona, þú veist, eins og ég ímynda mér að foreldrar mínir sem voru í pönksennunni hafi verið, þú veist, og þú veist, og ég tók svo þetta, ég reynda líka tók metalinn, ég var þú veist, og þú veist, já, þannig að þú veist, ég bara búið með allt saman. En það var, Salút. Þannig, en þú veist, en maður var svona að finna sig og ég man nú ekki hver punktur var með því sem ég var að segja, en þetta var svona sko, í dag þá, ég veit ekki, þú veist, þú er kannski meiri tengslum, já, úlingsdóttur, en svona fyrir utan hana, þá tala ég ekki mikið við úlinga. En sko, þú náttúrulega ert með krökkum og úlingum og svona, finnur þið fyrir, þú veist, þessari sömu svona, það er eitthvað svona, það var svona búblandi einhver orka. Það er öðruvísi núna. Já, það er öðruvísi núna. Það er öðruvísi núna, finnst mér. Já. En ég líka, og svo er ég stanslaust að reyna að spyrja mig, þú veist, er ég bara orðin, þú veist, eldri og bara skilit ekki og fattit ekki eða eitthvað. Það getur alltaf verið raunin líka, en alltaf það virðist vera, þú veist, við virðist vera svolítið að einmitt að flokka okkur í hópa, þú veist, það voru gotharar, það voru rockar, það voru punkar, það voru hiphopar, það voru, þú veist, en núna með mínum miklu eldri augum, ég er náttúrulega ekki á þeirra plani, þannig að þú veist, ég á kannski ekki að tala um það, en nú hljóp hérna. Já, það gerist oft í svona spjalli. En já, einmitt að ungmenni svona einhvern veginn, maður velti fyrir sér sko, að því að það virðist ekki vera eitthvað svona afgerandi svona kúltúrhreyfing á meðal ungmenna í dag. Einmitt. Eða hún er allavega ekki alveg sýnileg okkur sem eldri erum. Nei, fann punktinn. Já, ok, akkurat. En það var líka einhvern veginn, ég meina, við erum líka að vinna með, þú veist, við erum á allt annarri kynslóð og við erum alin upp á allt öðru fólki, þannig að þú veist, það er svona viss trámaeinkenni mögulega hjá okkar kynslóð og í kringum okkur sem eru svona svolítið. Mér finnst þau oft íhaldsamri. Ég tek eftir því, þau eru svolítið svona... Okkar aldur? Nei, börnin okkar, eða þú veist, ungmennin. Einmitt, þeir eru svolítið fyrir hringi. Við fórum út og þau fóru inn. Einmitt, mér fannst foreldrar mínu til dæmis óbúslega íhaldssamur og ömulegir og ég fluttaði heim mjög snemma og ég, að því að mér fannst þau bara ekki skilja mig, en svo þegar dóttir mín fór í uppreisn bara í kringu 16 ára, þá flutti hún inn til foreldra mína, að því að henni fannst ég svo ömuleg og þú bara og það var svona hálft ár þar sem hún bara neitaði að búa heima hjá mér. Jú, að því að henni fannst ég bara afkátísk og erfið og frjálslynd kona, hún þurfti bara reglu.
fuck, hvernig það? Og ég var svona, já, Má ok, ég búa hér? Já, og þetta var svona, ég hef nefnilega hugsað þetta, og það einhvern veginn svona opnaði ákveðna dyr bara í heilanum, ég fór að hugsa hlutina þess öðruvísi, ég bara, já, ég er fyrir henni, það sem foreldrar mínu voru fyrir mér, en ég einhvern veginn svona, ég veit ekki. Getum við nokkuð tíma nefnitt verið ekki eitthvað sem að börnin okkar vilja escapea þannig það, ég meina, þá fyrst einhvern veginn fljótu að þróast sko. Já, en erum við að gera þetta? Ég veit ekki getum við gert þetta? En náttúrulega við erum, það tekur okkur fucking, sorry, nú trompaði ég þetta sorry, afsakið þetta má. Ok, það tekur okkur 40 ár að come into our own, og ég meina 35 plus að minnstakosti þá erum við byrjað að tikka inn í að meika aðeins búin að fara í gegnum tráma okkar, búin að vinna vinnun okkar vonandi og allt þetta vonandi og það tekur okkur ævina að skilja heiminn og svo erum við ætlast til þess að krakkanir okkar sé einhvern veginn ég meina þau eru náttúrulega bara í súpunni sem við erum í stíðin upp úr Þetta er alveg steikt fyrirbæri að fæðast á þessu jörðu, sko. En hérna, já, þetta er helviti fyrirbæri. En það er eitthvað sem ég finn með krökkunum mínum og sérstaklega núna, þau sem eru, þau sem eru svona 26 cirka, þau svona, finnst mér geta svona virkilega tala við og ekki tala við þau öll en svo er eitthvað í þeim sem eru svona late teens sem að ég hef ekki fundið fyrir áður þar sem að þau svona meta svo þegar maður einmitt metur núansa einhvers og aðstæður einhvers þau sem börn ég man að það var farið að tekka hjá þeim 16 já takk fyrir að segja þetta þar sem einhver tók fram bara já en hún er þetta í þessum aðstæðum þess vegna að já, þannig að það er eins og þessi svona dýpri svona mannlegri skilningur mér finnst og líka bara að taka sér pásu þau eru eins og ég tók mér aldrei pásu skilur, ég náttúrulega bara, ég er traumatized yfir því hvað ég vann mikið og fínt ég á hana dansskóla en fuck shit, sorry og en þau einhvern veginn alveg bara frá því að þau voru eitthvað svona mid-teens 15-16 ára þá finnst mér þau hafa svona tekið sér svona pásur og svona ákveðið að krakkarnir sem eru 20 plus, þau bara voru 8 sinnum í viku, skilur þau voru bara, á 50 þau voru bara stanslaust að dansa alltaf, þau gerðu bara út af þessi, svolítið svona eins og ég þekki en þau sem eru yngri bara ekki, nei, ég ætla að taka mér frí á mándum, að því að bara, ég þarf bara að úsa Einmitt. Og fyrst var maður er það COVID eða eitthvað svona sem hefur þessi áhrif á þig? I don't know. En allavega, þú veist, þetta er gott, sko. Og í dag er ég bara eitthvað nice, þú veist, hvernig líður þið með miðvikudag, þú veist, er það einhver dagur fyrir þig, eða getur við, eða þú veist, þetta er alveg svona, ég vildi að ég hef lært þetta þessum aldrei, þú veist, en svo erum við náttúrulega búandi í svona samfélagi sem í rauninni leifir það ekkert mikið ef við ætlum að eiga bara penning og karriér eða hérna, þú veist, Já, bara, þú veist, það gefur höfuðið. Já, þá þarf maður að vera bara svolítið narsisti við sjálfan sig og vinna svolítið hart. Já. Og hugsa alveg bara gefa skítt í hvernig manni líður, basically, það er náttúrulega kapitalismin. Og það er einmitt, svo erum við bara með hérna, þú veist, bara einhver 20% þjóðurinnar sem hafa einhverjum tímpúndi, þú veist, að hverfa frá vinnu vegna kulnunar eða eitthvað svona, þú veist, ég greip 20% úr einhverju sem að ég hef séð einhver starf á netinu, ég hef ekkert fyrir mér í því að það sé rétt tala. En þú veist, en ef við segjum sér svo að, þú veist, ég meina, ok, þó það væri ekki nema bara 2% þjóðurinnar sem að færi en þá er það samt alveg svona alveg slatti og þú veist, og það er alveg svona slatti sem einhvern veginn er orðin veikur vegna þess að út af því að samfélagi lætur hann vinna svo mikið. Þú veist, það er einhvern veginn og þú veist, og það er svo ógeðslegt. Það er viðbjóður. En við erum náttúrulega aldar þannig svolítið, þú veist, og það er okkar mentality í rauninni. Þetta er bara virkilega ógeðslegt og þegar maður einmitt svona einhvern veginn kemst yfir, ég er blessunlega í náttúrulega góðri aðstöðu, þú veist, með mína vinnu en og hvert hún er komin, en þegar maður svona fyrir að horfa í kringum sér bara hvað við erum bara miklu þrælar þessa umstangs og bara þessa kerfis þessa umhverfis sem að við erum í
vorum einhvern veginn alltaf að gera ríka fólki ríkara og vinnum og einhvern veginn sjáum við samt aldrei, þú veist, við erum alltaf að, þú veist, við erum svona eins og astnar með gulrót, þú veist, við erum alltaf að bíða eftir deginum, það sem að allt verður orðið gott. Og við kjósum vitlaust og við erum algjörði húpa-búpar, sko. En hvernig finnst þér, að því að það er alltaf verið að tala um að hérna Íslands samfélag, þú veist, það sé að taka svo hröðum breytingum og þú veist, með hérna innflytjendum og ég meina, þú ert náttúrulega komið með mun blandaðari krakkahóp núna væntanlega heldur bara fyrir 10 árum, þú veist, eða bara fyrir 5 árum jafnvel. Já, algjörlega, þetta bara skeiði mér rætt. Algjörlega, við bara hýsum allt, sko. Við viljum alla einn. Er þetta hræðilegt? Er hræðilegt að vera með svona allskrúböld? Já, alveg, voðalegt. Það er bara, þetta er að skemmtilegast í heimi, þú veist, og við höfum fengið inn fólk sem náttúrulega er, þú veist, hvorki talandi á ensku né íslensku og við erum náttúrulega dansarar, þannig að við erum með tungumál þannig að sem að við getum alveg, og það er náttúrulega bara húmor, þú veist, og við sjáum manneskuna, þú veist, come into their own, þú veist, á Íslandi og læra íslensku og svona einlegast inn í samfélagið, en þarna er dansin að gegna svolítið svona hlutverki sem er svolítið. Svona alveg bara svona, þú veist, í kjarnanum, svona træbal kjarnanum einhvern veginn að... Takk. Nákvæmlega þetta. Þetta er algjörlega tungumál sem að þarf ekkert að tala, skilur. Við getum verið saman í marga klukkutíma og ekki sagt orð. Þú veist, en alltaf eru eitthvað, þú veist eitthvað, skilur, en þú veist. En líka bara... En líka bara þetta er svo fallegt, þú veist, eins og við höfum verið einhvern tímann, þú veist, við tökum náttúrulega bara alla með okkur, við erum með svona einsta hring og svona sýningarhópa krú sem er svolítið stórt og hefur alltaf verið bara mjög fjölbreytt og sístækkandi, þetta er alveg mjög stórt. Já, við erum 600 nemendur, 9 staðsendingar, þetta er alveg bara, þetta er risa batteri, sko. En sýningarhópan eru alltaf svona, þú veist, það er svona kjarnin svolítið og þar eru við, þú veist, að vinna með náttúrulega fullt af fólki og einhvern tímann töldum við 13 lönd sem að voru á sviði með okkur einhvern tímann og þú veist, það er fullt af tungumálum og þetta er bara svo, ég bara skil ekki hvernig við viljum ekki hafa þetta svona, ég skil ekki hvernig við viljum meiða þetta á nokkun máta því að þú veist, og nú er ég að passa mig, sko, af því að ég horfi í augun á náttúrulega börnunum mínum, þú veist, og maður er að heyra fólk tala eins og það talar, þú veist, og maður bara, ok, þú veist, þú skilur ekki hvað þú veist að gera fyrir brúna stelpuna, þannig, skilur við. Ég veit. Einmitt, þessi rasismi og nú sé ég að hérna að þú ert alveg að beygja út af hérna og ég skil það nefnilega mjög vel vinnandi sjálf mikið svona sjálfbáðstarf með flóttafólki og hérna svona fyrst og fremst og eigandi maður ekki að vini úr bara hinnum ýmsu kúltúrheimum hafandi búið erlendis og allt þetta og hérna og líka bara hér á landi og þú veist þetta verður persónulegt. Þetta er mjög persónulegt. Þetta verður persónulegt og þegar maður sér eitthvað, þú veist, og bara ef við tökum sér dæmi umræðuna, bara þessari viku. Bara þessari viku, þess vegna er maður kannski svolítið heitur líka. Já. Að hérna, maður einhvern veginn sér því, sko, slengt fram einhvern veginn dag eftir dag af áhrifafólki í samfélaginu, stjórnmálafólki, fyrrverandi ráðherrum, hérna, sko, þú veist, fjölmiðlum, við erum að tala um fjölmiðlum sem að við erum, sko, þú veist, ég meina að fá einhverja sem við erum að treysta. Þeir fá líka bara greiddar einhverjar 100 milljóna úr ríkissjóði bara hérna, sko, þú veist, við erum í vinnunni svo að þeir geti skrifað óhróðurinn vinnunni okkar og samfélagið, sko. Þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta verður svo persónulegt. Og takin í myndina líka það sem við vorum að tala um áðan alltaf, þú veist, að við erum alltaf, þetta er sama tökkan stanslaust og við erum alltaf hlaupandi þetta hamstrahjól í kapitalismanum, við höfum í rauninni ekkert capacity til þess að gera neitt nema að lesa headlines, þú veist, og ef við erum með 80% þjóðarinnar sem les bara headlines og bregst við af einhverjum headlines þá erum við náttúrulega bara komin inn í einhverja fucking kanínuhólu sem er bara mjög erfitt að grafa sig upp úr því að áhrifin er nú þegar skeið og einu fórnarlömbin eru fólkið sem er að koma hingað í leita betri lífi eða get ekki verið fucking heima hjá sér út af einmitt vestrænum imperialisma eða bara, þú veist, eða bara brúnir Íslendingar, þú veist. Já, akkurat. Þú veist, það er bara, hérna, þú veist, ég meina við erum, fólki er bara alls konar, þú veist, þetta hefur nefnilega áhrif á alla. Akkurat, og það er bara þau sem það hefur áhrif á, í hvert einasta sinn sem eitthvað svona dreigir fram, þá finna þau öll fyrir því.
og ég Það er svo mikil greindarskortur og þetta er svo ljótt mannvonska, sko. og þetta þú veist, og þessu einhvern veginn haldið uppi af ákveðnum öflum í samfélaginu sem að maður einhvern veginn, manni líður þess að séu orðin aðeins of sko sterk og umfangsmikil og þau séu farin að hafa of mikil áhrif á mitt fólki sem að kannski svona, þú veist, er áhrifagjarnara því að það er bara, þú veist, það er bara einhvern veginn í svona lokaðri búblu, það fer bara í vinnuna, hugsa börnin sín og hlustar á fréttir. Akkurat. Þú veist, og les mokkan. Og þú veist, og ég meina auðvitað ef að mokkinn heldur í statt og stöðut fram að múslimar séu ofboðslega hættulegir eða palestínufólk eða að þú veist að þá auðvitað það síast inn. Að sjálfsögðu og maður finnur fólk tvístiga, sko, en ótrúlegast að fólk, ég meina þú veist, En svo má maður ekki gleyma heldur að þú veist að þau eru svona háværa því að þau eru svo fá og það er líka, ég held að maður verði einhvern veginn að við erum alveg sem blasju á vísli og líklegast hlustandur þínu þá líka, býst ég við, en það er líka eitthvað ef maður hugsar þetta allt frá bara ef maður summa sig alveg alla leiðina út, það að þetta er komið svona svakalega upp á yfirborðið, þetta er svona svakalega greinleitt náttúrulega, maður finnur fólk náttúrulega vera orðið miklu ákveðnara í því að vera bara með manngæsku, þú veist, og með einhverjum almennum skilningi á Ég sá það hans í þessari viku, af því ég verið svolítið svona, þú veist, svona úrkulu vonar að Íslands samfélag gæti einhvern veginn verið ekki ógeðslegt rasista samfélag. En svo í þessari viku, þá þú veist, eins erfið hún var fyrir marga og ég, einmitt bara, ég talaði og er í daglegu samskiptum við, svona útlendingasamfélagið á Íslandi, allavega hluta þess, svona lítið hluta, og þú veist sem að segja mér frá öllum rasismanum sem verða fyrir bara út á götu hijabi í stelpunar sem að þú veist lenda í því að fólk togar í hijabana þeirra og hrækir á eftir þeim og öskrar á þær og strætóbílstjórnir sem að verða fyrir aðkasti farþega sem að öskra og æpa á það og megi ekki segja neitt af því að þá er þeir bara geta þeir mist vinnuna þú veist þetta er svo mikið þetta er allt bara venjulegt fólk og maður hugsa með sér og það er líka venjulegt fólk sem að hagar sér svona akkurat og þú veist og það er líka alveg fólk sem að þú veist mér þykir væntum sem að hugsa svona og ég velta þessu svo mikið fyrir mér þess svona hvernig í óskupunum getur maður einhvern veginn svona náð fólki út úr þessum mentalsteiti að þú veist að vera hrætt við annað fólk. Akkurat, við erum á svolítið hættulegum tíma mannkynns söguna eða þú veist þetta hefur alltaf verið slæmt, við höfum alltaf verið kennd við fáfræði, þú veist, en við erum kannski á svolítið skrýtnum tíma núna þar sem allar upplýsingar eru einhvern veginn upp á borði og við erum búin að gera þetta svolítið oft og við erum með sögulegar staðrendir yfir því að við erum búin að gera þetta svolítið oft og þetta er svolítið greinilegt format og ætti að vera mjög bersýnilegt öllum sem að hafa tvö eyru eða annað hvort eða geta lesið með fingrun og þannig að þú veist ég vona að bara með því að tala og með því að segja að okkur finnist þetta ógeðslegt og að þetta sé ekki í lagi og að tala þetta gera rasistunum lífið erfitt það er bara málið því þau bregðast ekkert við náttúrulega narsisismi þau bregðast ekkert við nema að maður setja þeim mörk þetta er bara eins og ofbeldisfólk þú veist. Já, svo er það líka þú veist, maður finnur að þú veist, fólk er bara búið að ákveða að það ætla að hafa ákveðna skoðun þá skiptir engu máli þá skiptir engu máli hvort þú réttir þeim 100% réttar upplýsingar. Það er náttúrulega heilin okkar bara að virka. Við erum náttúrulega ekkert með rosalega frábært líffæriðan uppi og það náttúrulega gerur okkur meira ógagn. Við ætlum að nútum það ekki. Alls ekki, en heilin náttúrulega réttlæti líka. Alls ef þér finnst eitthvað að vera rétt og þú ert meira sér búin að koma fram og segja eitthvað sér rétt, þá náttúrulega ætla þú ekki að fara tilbaka og gera því að fíbli með því að segja nei, heyrðu það sem að ég sagði þannig í síðustu viku að frekari og nánari umhugsun og skoðun. Það er svo magnað að manni finnst maður vera að gera sér að fíbli með því að vera bara, heyrðu ég lærði eitthvað. Það er svo skrítið. Hvernig er það rátt? Akkurat, að því við erum stanslaust að læra eitthvað, þú veist, og þetta er bara eina sem við erum að gera hérna. Maður er rosalega fáfráður, alltaf, en því meira sem að maður einhvern veginn les og skilur heiminn, því minna veit maður einhvern veginn. Maður bara holy shit, ég get ekki farið fuck.
En einmitt, ég meina heilin á okkur, þetta náttúrulega bara biological, heilin á okkur náttúrulega bara gerir þetta, það bara verndar þar sem maður rétt fyrir okkur og í okkar heimsmynd sem náttúrulega bara hér og það náttúrulega bara vont fyrir heilana að þú veist, að bæða taka inn eitthvað nýtt og að viðkenna, og ég held að þessi líka bara að viðkenna fyrir egóið bara að ég hafði rangt fyrir mér. Þú stendur á þessari hæð og deyrð á henni. Einmitt, það þetta, þú veist, það einmitt, eða þú segir þetta egóið, sko. Og þú veist, og það eitthvað svona sem að okkur svona ég einhvern veginn svona kent að vera óbúslegir egoístar í svona vestrænum hvítum samfélögum. Þú veist, við eigum að þetta imperialísk og hvítir rétt já, þú veist, þetta imperialísk hugsun bara algjörlega og það svolítið, þú veist, það okkar heimsmynd og okkar ego einhvern veginn svona samofið því. Og að við erum normið, þú veist, það eru annað fólk sem þú veist öðruvísi það ekki við erum hvít með oftast svona andlitsfar og svona hár og svona á samfélagi vera að því að við segjum að reglunar séu þessar en ekki það að við lærum þú veist, þessi manneski brún með krullur og svona andlitsdrætti og við erum hvít með svona hár og svona andlitsdrætti þú veist, það ekki það að við lærum það lærum að þetta normið þú veist, og hin öðruvísi bara það svo rosalega skrítið að við ölumst þannig upp öll hvítt fólk, þú veist. Já, og einmitt líka bara að þú veist að það sé ekkert annað rétt heldur en það sem að við lærum hér. Það náttúrulega bara kapitalismin að vinna, kapitalisma, imperialismin að gera vinnuna sína, sko. Það bara að setja okkur í vist form, mennta okkur á vissan hátt, segja okkur sögun á vissan hátt. Og fjarlægist náttúruna. 100%, já. Og einmitt, bara svona hérna kjarnan í okkur og dansaran í okkur. Já, einmitt. Akkurat. Algjörlega. Við erum samt svolítið merkilegum tíma núna þar sem að umræður þetta ég meina, ég veit miklu meira en ég vissi fyrir 10 árum síðan, fyrir 5 árum síðan. Umræðunar eru allt aðrar, þú veist, ég að tala við krakkana mína öðruvísi en að tala við mig, skiljur, þú veist, það alveg mikið að ske held ég og ég meina, og svo líka horfum maður á þau all brúna vini og útlenska vini og fólk sem talar stópula íslensku og með öðruvísi hreim, það bara eðlilegt að þeir vinir og þeir vinkonur og þau komi á heimilið, þetta allt öðruvísi í dag, þegar, þú veist, og þegar þú fattar þetta sem barn að ef ég aðhyllist þessa, þú veist, sem alveg hægt að segja, ef þú aðhyllist þessa öfgahægri hugmyndafræði, það náttúrulega þýðir að, þú veist, bara þessi vinkonaðinn og þessi vinuðinn og þessi vin þitt þú veist, þú ert að fara á móti þeim með því að aðhyllast og kjósa þessa flokka. Ég held að þetta sé, ég held að þau sé alveg að vinna vinnuna líka sjálf, sko, með því bara að gera þess að þau eru að gera og umgangast svona fjölbreytt fólk, sko. Það oft talað þegar svona, þú veist, svona fasískar hreyfingar, þegar þær eru alveg að drepast í samfélögum, að þá heyrist hæst og mest í þeim, sko. Og þeir láta alltaf eins og þessi fleiri en þeir eru. Og það einmitt, ég búin að vera að hugga mig svolítið við þær kenningar að, hérna, að þú veist, við erum að sjá einhver endalók á okkur svona hægri, hérna, svona einmitt, svona imperialísk svona vestrænni kynbótastefnu sem að hefur verið við lífi á Íslandi bara alltaf. Gott orð. Og þess vegna séum við að finna, þú veist, þú veist, þetta svona eins og þú króar rottu af og til þú veist, eitthvað svona, þú veist, eitthvað nagdýr eða pöttu eða eitthvað, þú veist, og þú veist, þegar hún alveg að fríka út og býtur hún frá sér, sko. Þú veist, þessi lýst þannig að, þú veist, þegar að fasismi að deyja þá svona springur hann út og reynir að berja frá sér hérna með öllum útlimum, sko. Akkurat. Og mig langar að horfa á það sem við erum að sjá núna, þú veist, endstage. Já, að þetta sé svona endstage. Við séum að kannski bara fæðast inn í nýjan heim og nýja tíma. Ég vona það. Já. Algjörlega, þetta mjög sárt og þetta mjög vont og maður missir máttinn oft, sko, en einmitt, það bara svo mikið af góðu fólki eins og ég, þú veist, ef ég raunverulega líti kringum mig, þú veist, þá ekkert nema bara, þú veist, fólk svo orðið svo miklu með þetta og það orðið svo miklu eðlilegra líka að tala þetta, þú veist, maður talar alveg þetta og ræðir þessi mál, finnst mér, sko.
Það er náttúrulega fólk sem alveg bara ríkhaldur í eitthvað hægra shit og eitthvað svona, sko, en þetta öfga hægri. Þetta var djúpt inn í það, en já. En er öfga hægra fólk mikið að koma í dansskóla Brynju Péturs? Ekki að þau kíka á prófíluna mína, held ég að það sína. Þau færði mikið af, ég nú veit, þú veist, nú er ég svona eins og, það eru svona ákveðna línur, ég reyndar, þú veist, að því á úlingsstelpu þá hef ég svona ákveðna innsýn í hennar heim og þú veist og svona og hún er þú veist hún er í menntaskólanum í Reykjavík og það eru svona þú veist það er svona ákveðin lína þar það eru svolítið svona vinstri sinnaðir aðeins frjálslindari krakkar þar í hennar vinahóp og svona þetta er svona nepo babies úr 101 svolítið og 107 en og þau eru þú veist þau hafa ferðast meira og þau hafa og þekkja fleiri einhvern veginn og hafa kannski þú veist og hafa þessi opnari hug og svo eru, þú veist, en svo eru líka þannig að, þú veist, börn sem að koma af ykkur svona svolítið öfgafullum hægri heimilum, sko, og þau eru svona, þú veist, sko, og þau takast alveg á og mér finnst það svolítið skemmtilegt, en þau eru einhvern veginn, þau gera svolítið grín af miðflokknum og svona. Þeim finnst Snorri Másson til dæmis alveg ógeðslega mikið lúði. Hægra liðið? Já, eða bara eða þú veist þessir úlingar sem að þú veist þessi svona í kringum dóttur mína allavega. En ég kannski þekki ekki alveg, þú veist, þá sem eru í FG eða þú veist, eða FSU eða hvernig sem það er, þú veist. Ég hef bara þennan litla glugga inn í menntaskólanum í Reykjavík og ég get alveg svona, já, og þú veist, og ég get alveg svona, þú veist, þannig að ég get talað út frá honum, ég get sagt alveg svona, já, ég meina, þannig er allavega, þú veist, þannig eru krakkar sem eru populismen er ekki að virka á þau og þetta kjaftaði og þeim finnst Snorri Másson bara vera bara þú veist, eitthvað furðverk sko. Og þau gera grín á honum en þú veist akkurat, en þau tala hann en þau sem er kannski svona hálfum tilganginum náði, ég veit það ekki en já, ef það er sérstæðlega til þess að gagnrýna og segja að þetta er ekki í lagi hvernig þessi hegðun hans hefur verið, það er bara alls ekki í lagi náttúrulega og þetta náttúrulega skadar, þetta bara skadar og fólk flikkist í kringum þessar skoðanir sem að sér ekki heildarmyndina og skilur ekki betur og hefur kannski ekki kapasiti til að ráða við núanseraðar hugsanir, skilur Jæja, það er hér að draga tilbaka en já En hvernig, sko krakkarnir eru bara fólki sem að kemur í skólan þinn hefur þið tekið, þú veist, tekur það breytingum þú veist, það kannski kemur til þín sem einhver svona einn karakter og svona þú fylgist með þeim kannski í eitthvað svona smá tíma og þau kannski losnar eitthvað eða Já, en þú veist, þegar maður kynnist fólki sem krakkar, þá náttúrulega, þú veist, eins og núna eru krakkarnir mínir orðin, þú veist, eins og fólki sem er að kenna hjá mér, ég er búin að þekka þau í 10+ ár. Þú veist, þetta voru eitthvað sem byrjaði kannski sem nemendur? Já, ég er búin að byrja hjá okkur 7 ára, 10 ára, eitthvað svoleiðis og nú eru þau að kenna. Hvernig er það? Hvernig er sú tilfinning? Brilliant, þetta er bara skemmtilegast í heimi. Ég sé ennþá bara litlu krútraskotin sem maður mættu í tíma fyrir 10 árum síðan. Þú veist, með gleraugun sín og allt, skilur en þannig að jú, þetta er bara svo gaman að sjá fólk vaksa og þróast og koma svona inn í sjálfsig svolítið og líka því að dansinn og líka því að ég svona er rosalega þess sinnuð að svona að byggja fólku upp og að leyfa þeim að finna fyrir sér þú veist, þannig ég hef alltaf ég byrjaði alveg frekar snemma að þegar ég gat deilt ábyrðinni og athyglinni þá gerði ég það þannig að þú veist það urðu svona hópur krökkum sem urðu svona svolítið svona the big man in class skilur svolítið svona vinsæl og það var bara gaman að sjá þau finna fyrir sér og gaman að sjá þau bera ábyrgð, gaman að sjá þau finna hvers þau eru máttu að því að þú veist í gegnum listina með því að framkvæma einhver verkefni, búa til dans þú veist, kenna einhverjum mann, setja hann á svið, koma fram, allt þetta er þegar þú ert að gera þetta, þá er þetta svo svakalega valdeflandi og þú sérð alveg hvers þú ert megnug, þú veist, þannig að það er En líka bara einhvern veginn að læra á líkama sinn og fá útrásina og svona tengjast einhvern veginn svona, ég ímynda mér að það sé mjög mikilvægt bara fyrir okkur og líka, þú veist, að því að það er alltaf verið að tala um mitt ungmenn og síma og þú veist, ungu kynslóðina og símana og okkur svona, að svona aftengja sig og svona, þú veist. En líka bara finna hvers þú veist, megnum, og fýblast. 1000%. Það er
oh my god, við erum stundum 80-20 sko. Þú veist, ef þú sérð okkur einhvern tímann í einhverjum verkefnum þá skilur ekki hvernig það sem fer á svið að því við bullum og djókum svo mikið, en það er líka því við vinnum svo vel, það er svona getum við bullað og djóka en þetta er algjör sú sko, sem er mjög skemmtilegt en bara sjá fólk finna fyrir sér og finna, að því þú veist, þetta eflir rökhugsun, þetta eflir gagnrýna hugsun, þetta eflir það að þú getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir, þetta eflir það að þú getur tekið þátt í samfélagi og verið til gagns fyrir fólk í kringu þig, þú veist, þetta eflir bara Það er svona samfélagsvitund. Þetta er samfélagsvitund og þetta er í rauninni, og þú ert að vinna þannig með fullt af fólki, þú ert að vinna með útlendingum, þú ert að vinna með brúnum íslendingum, þú ert að vinna með queer fólki, þú ert að vinna með trans fólki, þú ert að vinna með allri flórunni og þetta bara skiptir máli og það bara svo mikilvægt að búa til umhverfið það sem að krakkar geta gert það og það er það sem ég fyrst sjá hjá krakkarnum mínum, þú veist, með svona þau eru bara tough cookies og þau eru orðin ógeðslega ákveðin, sterk og bara capable ungt fólk og við skiptum alveg hlutverk, þú veist, það er alveg, nú eru manneskjur að kenna framhaldstíman sem ég byggði upp síðan 2004 þú veist, nú er náttúrulega aðra manneskjur að kenna þann tíma og þær stjórna algjörlega þegar þær kenna, skilur þegar ég kem þá er ég áhorfandi, ég er ekkert annað, ég kem ekki eins og stjórnandi, skilur þú veist, að dreifa Þetta er svona matriark Þetta er svona þetta er svona þetta er svona Þetta er það? Já Cool Það er svona Ég ætla að sleppa með þetta Ég las bara í vikunni að það var eitthvað svona bendir allt til þess að svona orkas lifa, meiri líkur að orkas komist á legg og lifi lengur ef að það er svona amman, svona guðmóðir er á lífi líka þetta er eitthvað svona þegar að maður segja að þú sért svona guðmóðir í og það er komnir svona alls konar einhvern veginn ángar og þau eru svona í sínu en þú kemur algjörlega og líka bara hvernig þetta er byggt upp, þú veist, þetta er einhvern veginn þú veist, við erum með stór verkefni árlega sem við erum alltaf í, sko og þau eru, þú veist, alltaf peningurinn rennur bara til þeirra þú veist, þau er bara beint til þeirra, kemur ekki til mín og ekki til skólans þannig að mér finnst alveg gaman að svona, að því að ég auðvitað er að vinna innan kapitalist formats, þú veist en ekkert enn við búum í kapitalísku samfélagi við getum ekki séma okkur sjálf endalust fyrir að taka þátt í því en ég er að meina, þú veist ég gerum grein fyrir að ég er í því eða ekkert enn en maður reynir samt einhvern veginn að vinna á móti, þú veist já, algjörlega, eins og maður getur þú veist, en mér finnst gaman einmitt að teygja á því og þú veist, og eins og þetta, þú veist að peningunum fer ekki alltaf í gegnum mig athygllin og hrósið fer ekki alltaf á mig heldur eru þau, þú veist komið fram, þau eru búin að gera verkefnin, koreografa sinna öllu, fá peningin, fá hrósið þú veist, mér finnst alveg áhugavert að svona og ég hækka launið þeir eins og ég get þú veist, ég er bara að ég stjórna, skilur, það er enginn að fara að segja skamma mig fyrir að setja peningin einhvert annað en einhvert, skilur þannig að mér finnst alveg gaman að vera á þeim stað að ég get svona aðeins svona teykt á þessu og gert þetta eins og maður finnur bara með krakkana, þú veist, þau vilja vera með ég nennist ekki án þeirra, sko þú veist, þetta er bara orðin svona hópur sem er alveg samheldin, sko En þú segir, 600 nemendur það eru bara jafnmargir á Austurbæjarskóla já, ég held að séu í kringum 600 nemendur í Austurbæjarskóla Austurbæjarskóli er eitt stærsti skóli á landinu þú veist, þetta er í það er smá tíma, já, og þú veist, ef að maður setur það í það samhengi og hvernig við tölum skólakerfið og menntun barna og svona sérðu fyrir þér að ég meina, ef að þú gætir einhvern veginn svona fellt þína kennslu að þú veist, almennri námskrá og þú getur verið með dansskóla Ég er með dansskóla. Já, þú veist svona það sem að krakkar myndu svo bara útskrifast með grunnskólapróf og dansarar í leiðinni. Nei, það er einmitt ekki að því að við erum í jaðarmenningu og ég þarf að hlusta á það sem að þau segja í New York. Það hlusta ég á og það er enginn sem alltaf gegn kerfinu. Alltaf.
alltaf gegn kerfinu og alltaf jaðar, alltaf tánum. Nei, Pun intended. rétt en við sitjum mjög þægilega á jaðrinum, við erum mjög örugg með okkur right here en já, þannig að ef einhver ætla að gefa gráður þá eru það frumkvölinir í New York, ég myndi aldrei setjast það lágt að gera það eins og margir eru að reyna að gera í Evrópu, það er ekki rétt og alltaf í hvert einasta sinnum einhver er að reyna að gefa gráðu í þessum stríðstílum eða jaðarstílum þá er það alltaf einhver manneska sem er að reyna að koma sér talandi herra sem þú varst að tala áðan þennan populisma og allt þetta dót, það er bara fólk að reyna að koma sér áfram og reyna að koma sér í einhverja stöður og fá einhver hlutverk og einhvern pening sem að það á ekki skilið og þannig að já, nei, ég mun aldrei gera það en ég mun vera hérna á jaðrinum og bara chilla hér með bara mjög gott tengslanett inn í menninguna sko. Og reyna að koma krökkur mínum á legg, þú veist, reyna bara þú veist að valdefla þau, basically, þú veist reyna að peppa í þau einhverju stáli og skilning vonandi, þú veist líka en Áttu eitthvað svona eitt kannski bara svona að lokum áður en að ég sleppi þér út dansandi í helgina svona það sem eftir er rafinni sko er eitthvað svona moment sem að þér þykir svona sérstaklega væntum í bara þú veist því sem að þú hefur gert þessum ég meina þetta er ótrúlega magnaður ferill sem þú átt að baki Já, þetta er mjög klikkað og það er engin eins á ég sko og eins og þetta er svolítið þetta kemur svolítið bersýnilega í ljós alltaf á nemendasýningunum okkar og þú spurðir áðan hvernig fólk sækir tímana og eitthvað svona það er mjög fyndið að sjá nemendasýningum Garðabæinn sitja við hliðina á Breiðholtinu þú veist það er mjög skemmtilegt að sjá stjórnmálafólk, leikara, rithöfunda að koma að horfa á börnin sín glænýtt fólk á Íslandi, þú veist allir sitja hlið að horfa á börnin sín það er mjög fallegt og þetta er ógeðslega kúl og ég veit að fólki sem kemur til okkar skilur þetta eða skilur þetta ekki þá heyrir það í mér og nemendasýningum og fer bara eitthvað annað en ég veit að það er einhver svona hugur í skólanum mínum og fólkinu okkar sko og maður finnur þetta alltaf á nemendasýningum og nemendasýningarnar, þú veist, ég meina 2011 þá hélt ég fyrstu nemendasýninguna inn í danssal í Árbæðaþreki með 30 nemendum og núna í dag þarf ég að skipta nemendafjöldanum í þrennt til þess að hafa 3 sýningar inn í Seljaskóla við höfum bætt við stúku og það fyllist húsið 3 sinnum yfir daginn af nýju fólki og það eru ótrúlega dagar sko, þú veist, þar gengum maður inn og ég skil ekki neitt sko í þessu Ertu stolt af sjálfur þér? Ég er stolt af þessu, já algjörlega auðvitað. Ég held að það sé mjög mikilvægt að maður klappi sér stundum svona öxlina Já, ég stundum horfi á bara það sem við erum að gera og bara finnst þetta mjög magnað sko Brynja Pétursdóttir, takk hella fyrir að koma og eiga þetta ADHD-spjall við mig Geggjað, the only way to go Ég vona að hlustendur og áhorfendur hafi notið þess líka það er búið að vera mjög gaman hjá okkur Brynju Var þetta ADHD? Já, svona, ég ímynda mér það Mjög náttúrulegt Já, þetta var svona pingpongaði Þakka ykkur kærlega fyrir og góða helgi Segðu það á Samstöðinni.